Hvað finnst þér kulnun? Segðu mér það bara. Ég held að mér finnst bara það sem að flestum finnst, sko. Sem að eru ekki í kulnun eða hafa ekki farið í kulnun. Sem það náttúrulega bara að kulnun eitthvað nýtt fyrirbæri sem að á munað endingu lama vinnumarkaðinn. Við getum ekki rekið vinnumarkað þar sem að 40% fólks úr vinnu í launuðu leyfi. Og það bara svona í grunn þátturinn í þessu. Ég til alveg að margir erfitt í vinnu. Ég meira þess að þekki fólk sem hefur farið í veikindaleyfi á réttum ástæðum sem eru andlegar ástæður en samt á réttmætum ástæðum. En svo erum við að sjá bara fólk réttskriðið við tvítugt sko, sem eitthvað að væli við tilverunni út af því að þau eru svo mikið í símanum og þá fara þau í eitthvað veikindaleyfi sem bara launað út í því óvandalega að svo virðist. Það bara algjörlega ósjálfbært sko, sama hvað fólki finnst þetta þá þetta ósjálfbært þróun og ég held að við munum náttúrulega bara horfa tilbaka og svolítið hlæja því hvernig við vorum að takast á við þetta sko. Þetta óslega svona skrítið fyrirbæri að finna upp á þessu, þetta náttúrulega örugglega ekki fundið upp á Íslandi því að þetta líka úti. Nei, en svo líka bara eitthvað fólk í móðursýkiskasti allan daginn inn á einhverjum Facebook síðum að reyna að sannfæra hvort annað það hvað allir séu ömurlegir við þau og að lífið þeirra sé raunverulega ómögulegt og hef ég ekki örugglega ömurlegt og koma 50 mann sem að segja jú, þú hefur það ömurlegt og allir eru svo ömurlegir við þig. Ég örugglega þunglindur að því að vera að lesa svona allan daginn líka sko og ég held að það sé svolítið uppsprettan að þessu að og líka ástæða þess að fólk svona feimið við að tala þetta. Það bara rosalega vinsælt í dag að vera einhvern veginn ótrúlega meðvirku gagnvart alls konar aumingjaskap og ef við einhvern veginn ætlum bara að vorkenna okkur nægilega mikið þá verða einhvern veginn allir hamingjusamir. Mér þykir vera svona ákveðið starffræðidæmi sem að gengur ekki upp og ég held, eins og segi, við munum horfa tilbaka og vera bara hvað vorum við að spá út af því að þetta ekki eldmóðskvetjandi andrúmsloft og umhverfi en sko vandamáli við þetta náttúrulega bara að þegar einhver tjáir sig þetta á þannig máta sem ég ekki til dæmis að gera núna að þá fer fólk inn á mæðratips og fer að væli við því hvað allt sé ómögulegt og þetta sé hættuleg orðræða og það svo hættulegt að fólk fer að efast eitthvað þetta. Við höfum bara upplifað þetta svo oft á stuttu tímabili bara yfir COVID, yfir MeToo, yfir Black Lives Matter. Þetta alltaf einhvern veginn að þeir sem eru að setja nokkurs konar athugasemdir það ágæti þessara hugsjóna einhvern veginn vont fólk og ef það virkar ekki kallað að vont fólk þá það hættulegt fólk sko. Þannig að þetta náttúrulega en eins og segi, óháð því hvort að ég mun eitthvað hafa upp úr því eða ég hef ekkert upp úr því, ég bara ekki þannig stöðu að ég kemst upp með að segja þetta en aftur á móti þá sko ég hef ekki áhyggjur af því endilega að vekja athygli á þessum muni bera árangur eða ekki því að sko þegar að allt kemur til alls að þá þetta ósjálfbært að því leytinu til að við munum einhvern tíma að bara vakna og skellurinn kemur að bara 50% þjóðarinnar eru óvinnufær út af einhverjum andlegum misbresti sem að fólk búið að sannfæra sjálft sem það sé í og svo allt í einu verða lífsgæði miklu verri og þá allt í einu þarf það bara að leita þeirra matið eða eitthvað þannig. Ég veit ekki hvort að þetta verði komið á þann stað en aftur á móti þá bara lífsgæði eru augljóslega að verða við erum að rýra lífsgæði með því að hleypa fólki svona mikið í kulnun. Það bara deginum ljósara. Það sem mér finnst svo einkennilegt að maður hefur alveg upplifað þunga daga sjálfur, skilurðu. Og það er að vera veikindaleyfi sko. Já, nei, en ég hugsa sko ef að ég stundum á maður svona daga sem maður bara svona ég nennis ekki, maður sjálfsagt starfandi og þetta bara ströggl og vesen oft sko. Það versta sem ég myndi gera væri bara að vera heima alla daga og hugsa hvað ég ætti erfitt sko. Mér er svo skrítið að sálfræðingar séu að segja við fólk, þér líður ekki vel í vinnunni, bla bla bla, við setjum þig í kulnun og þú verður bara heima með þínum hugsunum alla daga. Já, ég meina, tökum bara sem dæmi þegar maður var táningur, bara ég var táningur og maður vaknaði snemma á morgnana, sumir tala að táningar að sofa meira en tökum maður svo tvirrsjóka og maður var vakinn og sagt, þú verður að drífa í skólan og rífa í gang, ég er búin að taka til morgunmat og
eða maður græjaði sér sjálfur morgunmat eða hvernig sem það var og táningurinn segir bara nei, alveg ómögulegt maður, ég held ég sé bara að verða veikur og maður var sagt bara, hættu þessu djöfisvæli, þú ert ekkert veikur, drífðu í skólan, þú átt ekki að vera að spila töluleik allan daginn. Hvers konar viðhorf erum við að ýta að ungu fólki þegar við segjum sem foreldrar nei, ég er bara eitthvað svo, ég bara meika þetta ekki, ég meiki ekki að fara í vinnu í dag, þetta er bara, ég er eitthvað svo búinn á því. Menna, hvers konar viðmót og viðhorf mun þessi unglingur koma til með að móta sér til framtíðar. Hvers konar hugsunarhátt eru við að ýta að þessum ungling sem er náttúrulega barn og svo ástálfa þessi svona þar á mörkunum. Hvernig ætlum við að vera sannfæra fólk það að það eigi að gera sitt besta í öllum sínum athöfnum og öllum þeim verkefnum sem þau þurfa að taka sér fyrir hendi ef að þú sem foreldri ert bara einhvern veginn svona bara svo leiðilegt í vinnunni, bara ég meik ekki að fara og ert í 6 mánaða veikindaleyfi út af því. Þetta er bara algjörlega ósjálfbært, bæði efnahagslega er þetta ósjálfbært en líka sem ég held jafnvel að sé verra er þetta bara andlegt bara gjaldþrot, samfélagslegt.